Ég hér staddur í Asparklónasafni sem staðsett í Hrossaga í Biskupstungum sem árangur af kynbótaverkefni sem hófst með asparkynbætur árið 2002 og úr tilraunum víðs vegar á landinu þar sem afkvæmi úr ótal víxlunum voru sett niður. Þar var safnað svona álitlegum trjám á árunum 2008 til 2012 og 2009 byrjaði að gróðursetja hér í þetta safn og við sjáum hér bæði nýja klóna sem eru árangur af þessu verkefni og síðan eru líka hér eldri klónar hérna á vinstri hönd. Og á þessari mynd sést hvar þessar afkvæmatilraunir voru og staðsetningin á þessu Asparklónasafni. Þetta verkefni það hófst fyrst og fremst vegna þess að það kom hér nýr sjúkdómur í ösp, asparrið, rétt fyrir aldamótin og það var þá ákveðið að reyna að finna klóna sem væru kannski fyrir, sem hefðu mótstöðu gegn þessum sjúkdómi. Það fundust nokkrir sem voru með sæmilegt þol gagnvart stríði og þá var sett í gang kynbótaverkefni þar sem þeir klónar voru notaðir og svo ýmsir aðrir efnileg tré úr görðum á Reykjavíkursvæðinu og víðs vegar á landinu. Og svo að nota þá í kynbætur og finna þá afkvæmi sem gætu verið með mótstöðu. Sem sagt, elsti hlutinn af þessu hér fyrir aftan mig. Það eru bæði kynbótatré úr þessu víxlunum og svo hér líka safn af mörgum af eldri klónunum svona til samanburðar. Hér sjáum við hvernig asparriðið virkar. Það sem sagt núna orðin til þessi dvalagró sem myndast á haustin. Síðan falla þessi blöð og gróin geymast yfir veturinn. Það myndast ný gró á vorin sem smita lerki. Lerki verður alltaf að vera einhvers staðar í grenndinni til þess að þessi sjúkdómur viðhaldist. Hér sjáum við reyndar ennþá riðgróin sem eru svona rauðgul eins og allt rið en á efra borðinu myndast þessi svörtu dvalagró sem lifa af veturinn. Þetta svona dæmigerð ösp sem mjög næm fyrir riði. Við sjáum svo hérna kringum okkur hér aspir sem eru grænar, hafa ekki fengið mikið rið og ef riðið ekki meira heldur en sést á þeim þá hefur það lítið að segja. En það mikil áhrif á vöxtinn ef það eins slæmt eins og sést á þessari asp hér. Þetta sér maður það að hún hefur vaxið minna heldur en nágrannarnir. Í verstu tilvikum þá drepast trén af riði og í þessu safni hér fyrir aftan mig þar eru gamlir klónar sem hafa farið mjög margir mjög illa út úr riði. Þó þeir hafi ekki drepist þá sjáum við kal toppa. Litlu trén hérna á bakvið keisari sem mjög vinsæll klónn víða land en hér hefur riðið farið mjög illa með hann og hann vex nánast ekkert og kelur alltaf í kjölfar riðára. Þannig að þessi gamlu klónar fara margir illa út úr riði og sýnir náttúrulega þörfin á að fá nýja klóna sem þola riði betur, vaxa betur líka. En hérna sjáum við sem sagt verstu áhrifin af riðinu. Hér sjáum við ágætlega muninn á klónum, annars vegar sem eru viðkvæmir fyrir riði, eins og þessi sem ég held hér og svo aftur á móti fyrir aftan mig hér klónn sem nánast riðfrýr eins og við köllum það og þetta sláandi munur. Okkar kynbótaverkefni það stefnir að því að reyna að fá sem mest af þessum riðfríu klónum. Þeir eru að vísu mikill minni hluti af öllum afkvæmunum en samt sem áður þá það nokkuð margir sem eru tiltölulega lausir við rið. Það sem við höfum gert í kynbótaverkefninu var mjög mikið gert af því að víxla saman norðlægum, öspum sem venjulega kallað kínajaspir og svo aftur á móti suðurstrandarklónum, klónum frá Cordova svæðinu eða Jakutat og þá fæst náttúrulega hjá afkvæmunum mikil fjölbreytni. Sumar hausta sig fyrr en aðrar og við fáum alls konar vaxtarlag, fjölbreytni út úr þessum víxlunum og
Það sést vel ef við göngum hér safnið að vaxtarlagið og laufgun á vorin og gul litir á haustin ef riðið ekki. Það mjög misjafnt. Já, ég hef mælt safnið næstum árlega og hef þá mælt hæðina og ég hef mælt líka þvermál í hnjáhæð eða 50 cm hæð og þá fæst ágætur mælikvarði á lífmassann, aukningu í lífmassa. Nú hér sjáum við að þvermálið 9,5 cm. Á þessum 8 árum þá hefur sem sagt þvermálið aukist rúmlega 1 cm á ári og sem afskaplega góður vöxtur. 10 ára þá erum við með stofnar sem minnst 10 cm í þvermáli. Og þetta hefur miklu meira að segja í rauninni varðandi lífmassan, þessi þvermálsvöxtur, heldur en hæðin. Og það afskaplega misjafnt eftir klónum. Til dæmis Kína í klónarnir, þessi norðlægu klónar, þeir mjög duglegir að vaxa á hæðina en hins vegar þvermálsvöxtur minni og þar með lífmassinn minni. Það þannig í þessu safni að þéttleiki gróðursetningarinnar 3 metrar á milli raða og síðan eru 2 metrar á milli trjáa. Þetta gerir 1500 tré á hektara. Ef við reiknum út viðarframleiðslu eða lífmassa á hektara þá hefur þetta mikil áhrif. Við gætum þess vegna haft þéttari gróðursetningu og fengið enn fleiri tonn í rauninni af lífmassa á hektaran. Svona allavega fyrstu árin, en ef við erum með þéttari gróðursetningu þá fer það auðvitað að bitna á framleiðslu trjánna þegar gugginn eykst á neðri greinarnar. En þetta svona það sem við höfum verið, þetta millibil höfum við notað í gróðursetningum í klónatilraunum hjá skógræktinni og það svona ágætt að hafa einhverja svona reglu á því hvernig við höfum þetta millibil svona sem standard. En það enginn sem segir að þetta sé einhver algild regla. Menn geta auðvitað gróðursett þéttar eins og ég sagði eða jafnvel haft lengra á milli. Tré sem gróðursett hér 2009, sem sagt 8 ára gamalt tré, nú orðið 5 metrar og 65 centimetrar. Þessi tré sem gróðursett voru hér og í þetta safn, þau eru gróðursett í gamalt tún sem síðan var vel unnið og þau byrjuðu strax að vaxa. Og það mjög mikilvægt að landið sé gott, vel framræst, frjósamt, vel unnið þannig að gras og annað illgresi tefji ekki fyrir eða komi í veg fyrir að geti byrjað að vaxa strax. Svoleiðis að þessi tré má segja að þau bara þutu af stað. Vöxturinn var það góður að flestir voru orðin meira en mannhæð 3 ára gömul. Svoleiðis að þá var í rauninni komin skógur. Mörg þessara trjá ekki riðfrí getum við sagt en þolanlega mótstöðu. Og ef að svoleiðis og ekkert þau eru ræktuð þar sem ekki lerki nálægt, þá má alveg nota þau og sumum af þessum trjám hafa verið valin núna til undaneldis, í fjölgun sem sagt á Tumastöðum í Fljótshlíð. Á Mógilsá þá höfum við reynt svona annars konar kynbætur. Við höfum reynt að blanda saman 2 amerískum aspategundum, það sé alaskaösp og það sem ég kalla sléttuösp eða Populus deltoides. Þetta eru blendingar sem mikið notaðir erlendis. Þeir ganga seint frá sér, vaxa að vísu vel en vegna haustkalls þá fá þeir þetta vaxtarlag sem að vísu gæti hent ágætlega í skjólbelti vegna þess að þetta er laufmikið og þétt, en sem svona viðarösp þá þetta ekki að gera sig hjá okkur. Hvað sem síðar verður, maður veit ekki, ef loftslagið breytist eitthvað þá væri kannski hægt að nota þetta meira. Og kannski meira svona í mildustu héruðum landsins, Skaftafellssýslu til dæmis, væri hægt að nota þessar blendinga frekar heldur en hér í uppsveitunum þar sem þeir verða alltaf fyrir haustkali. Já, hér blæasparblendingur sem ég tók sem rótarskot á Tumastöðum, en þar ágætur lundur af þessum blendingi af blæösp sem annaðhvort frá
Svíþjóð eða Finnlandi, ég man nú ekki alveg hvort vaxið þar ágætlega en kannski ekki dóðlega beint. En þessi er sem sagt blæösp, bæði svo íslenska auðvitað, eða blæösp með hreini eða blendingarnir fá ekki asparið. Það er ein leiðin með blæösp eða blending af blæösp að fjölga þeim með rótarskotum eða jafnvel vefjaræktun en vetrargræðlingar þeir duga ekki. En þetta er auðvitað alveg möguleiki í framtíðinni að rækta blæöspblendinga henni. Hún hins vegar vex miklu hægar heldur en alaskaöspin.